Já, Gylfi Sóeka hefur komið hingað, hagfræðiprófessor, og við tölum svona efnahagsmál. Það kemur síðan alltaf fram í samtalinu svona, hann svona hneykslaður á okri íslensku bankana. Ekki bara vaxtaokri, eitthvað svoleiðis, hann nú fylgjandi því að hækka vexti sem mest, en til dæmis okri í kringum kreditkort og eitthvað fleira, og svo bara gjaldskrá bankana, sem alveg ógnarlöng, og ég bað hann Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna, til þess að lesa gjaldskrá bankana fyrir mig og segja mér hvað þarna verið að reyna að klípa af okkur einhverja krónur, bara í fáránlegustu tilfellum, bara ef við hringjum í bankana þá töpum við peningum. Já, í fyrsta lagi þá eru gjaldskrár bankana svo langur lestur að maður vildi helst bara bíða eftir bíómyndinni, en og óskiljanlegur Þess vegna bæði þið bara að lesa í alvöru, ég bara gastu. Já, og hann mjög illa samanburðarhæfur, gjaldskráirnar erfitt að bera saman, því að sömu hlutir heita mismunandi eftir því hvað bankað ert, og þannig að þetta svona algjör frumskógur, og enda skipaði ráðherra neytendamála nefnd til þess að fjalla þetta, og Svo að lesa gjaldskráirnar. Já, Neytendasamtökin tilnefndu mig til þess að vera þeirri nefnd. Sú nefndi við því miður ekki komið saman ennþá, en ég aðeins byrjaður. Og aðeins að byrjaður að klóra bara rétt í efsta lagið og skoðaði bara kortin. Við vitum öll þessi gjöld sem eru í kringum lántökur, í kringum yfirdrátt og breyta yfirdrætti, og síðan þú hringir óvart í bankaninn, þá allt í einu komið 250 kall og svo framvegis og framvegis. Þú tekur út úr hraðbanka, þá borgaru, og ef þú leggur inn, þá borgaru, ég letti því daginn, ef þú leggur inn, þá borgaru. Og ef bankinn telur peninga fyrir þig og svo framvegis og framvegis. En ég aðeins bara svolítið rýndi inn í, að því að við notum flest kort, bæði kreditkort og debitkort, og kortavelta 2021 Íslendinga var 919 milljarðar króna. Rúmlega helmingur var kreditkort og tæplega helmingur debitkort. 158 milljarðar af þessu voru úttektir erlendis, og það langstærsti kostnaðurinn, og hann kannski sá sem faldastur fyrir okkur, því að við höldum alltaf að bankinn gefur út ákveðið gengi á evrunni eða dollaranum eða pundinu eða því öllu saman, en það allt annað gengi sem við borgum þegar við erum að nota kreditkort eða debitkort í útlöndum, og munurinn þar á getur verið alltaf 5% og þar liggur stóri miðlunurinn. Og auki þá takaði líka svo kallað interchange gjald, það að segja gjald frá söluaðila, og af debitkorti þá þetta tæpur milljarður króna, og sama rétt rúmlega 900 milljónir króna af kreditkortum, þannig að þarna erum við með tæpa 2 milljarðar króna sem taka af veltu okkar. Bara erlendu veltunni? Nei, bara allir veltunni okkar. En ef við horfum á þetta svona bara út frá venjulegu fólki, því að ég skil varla, veit ekki einu svona hvað mörg 0 í milljarði, en út frá fjölskyldum, og þá getum við svona farið yfir það að venjulegt árgjald debitkorts frá 500 krónum upp í 790 krónur. Færslugjöld eru 18 til 20 krónur, og inn í þeir fríar 0 til 150 færslur á ári. Árgjald kreditkorts 1900 til 3400 krónur, og síðan þurfum við að borga tilkynningagjald fyrir að fá tilkynning í bankana við skuldum í hverju mánuði. Það ekki lengur seðilgjald, því það ekki seðlar prentaðir. Þá rukkaði mann tilkynningagjald? Já, tilkynningagjald. Þannig að ef við tökum þetta saman bara, mjög einfalt á ári, þá eru færslugjöld meðal fjölskyldunar það bil 5.000 krónur. Árgjöld, að því að fjölskylda yfirleitt með debitkort og kreditkort, eru 3.000. Og það leggst þetta 1400 króna tilkynningagjald, en gengisálagið, þar að segja þessi munur á genginu sem þeir auglýsa og genginu sem þeir rukka okkur 30.000, og þar liggur stærsti munur. Alls þetta 39.400 krónur samtals,
En síðan alltaf stóri faktorinn og það að við leggjum inn peninga inn á þessi veltukort og fáum 0 til 0,65% vexti, en þeir leggja þetta inn í Seðlabankann og fá 5,5% vexti. Og út úr því fá þeir frá okkur í rauninu erum við að gefa bönkunum 43.000 krónur í vaxtamun. Alls eru þetta í kostnað. Þetta talar þá upphæðina sem við eigum inn á reikningnum okkar sem verður þá debitkortin? Já, þeir leggja það bara inn í Seðlabankann á 5,5% vöxtum en láta okkur 0,65%, rétt rúmlega 10% af því sem þeir fá. Veistu hvað það á upphæð í? Fyrir hverja fjölskylda meðaltali, með meðalstöðu í lok mánaðar, þá er það 43.000 krónur á ári af hverju fjölskyldu. Þannig að það má reikna út að vegna kortanotkunar okkar er bankarnir að fá 82.400 krónur frá hverju fjölskyldu. Og þetta eru 13 milljarðar króna á ári sem eru að hafa af fjölskyldum og þar fyrir ofan á þetta bætast þessum interchange gjöld, það gjöldin sem þeir rukka svo verslanirna fyrir sem eru 0,2 til 0,3% sem náttúrulega inn í verðinu sem við borgum náttúrulega fyrir vöruna. Gylfi tekur dæmi af Danmörku og talar Dankort sem hafi verið búið til þess að losna við þetta að sé að vera að hafa svona fíða fólki. Getur þú borið þetta saman við önnur lönd? Já, náttúrulega í Danmörku, þetta Dankort náttúrulega ekki með neinn færslugjöld eða náttúrulega kostnaðar að því, bara það hið opinbera tekur það og það náttúrulega miklu mun lægra heldur en þetta og þarf ekki að borga hagnað af því út úr kerfinu. En það náttúrulega kostnaði við þetta allt saman. En það verður eitt af því sem ég mun kalla eftir í starfi þessara nefndar sem vonandi tekur til starfa sem fyrst að bera þetta saman við Norðurlöndin. Þannig að þú veist ekki alveg hvernig það er. Við vitum eins og að það er miklu lægra í Danmörku og okkur grunar að það sé lægra annars þar. Já, nákvæmlega. Já. En hver gæti búið til svona fyrirbæri eins og Dankort, veist þú það? Gylfi talar svolítið eins og bara Seðlabanki gert það? Já, Seðlabanki gæti náttúrulega alveg gert það og við getum bara raunin eins og í Danmörku að bara hlutast til það og Seðlabanki geti reiknistofa bankana eða eitthvað slíkt apparat gæti gert það. Og sparað fjölskyldunum í landinu kannski ekki alla 13 milljarðana en bara svo gott sem. Já, og hvern munar ekki 82.000 krónur og 400 betur hverju ári. Hvernig gengur ykkur að eiga við bankana neytendasamtökunum? Já, við erum náttúrulega í dómsmálum við á núna, við vaxtamáli svokallað, við teljum að vextir með lán með breytilegum vöxtum séu ólögleg og höfum fyrir okkur dóm Hæstaréttar hér á Íslandi frá 2017 og síðan dóma Evrópudómstólsins frá því 2019 í málum gegn spænskum sparisjóðum. Og við teljum að bankarnir hafi bara rauninni frá því að þeir byrjuðu að veita lán með breytilegum vöxtum farið á svig við lög. En lögin segja til það að ef vextir eigi að vera breytilegir þá þurfa breytingarnar eða vaxta ákvarðanir vera byggðar á skýrum og skiljanlegum gögnum en ekki bara hentuleika eins og virðist vera í vaxta ákvarðanum bankana. Við sáum það til dæmis að þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vextina fyrir 2-3 árum síðan þá tók bankana marga mánuði og þurfti hróp og köll úr svörtulöftum til þess að bankarnir fóru að lækka vextina sína. En núna þegar Seðlabankinn er í hækkunarferli þá tekur það innan við viku áður en þeir eru kominir út í verðlagið eða út í vextina og þetta og enn þann dag í dag þá geta þeir ekki eins og fært rök fyrir því hvernig þeir ákvarða vexti í hverju mánuði heldur við vísa bara í mjög grugguga skilmála sína þar sem eru langar runur oft vextir taka meðal annars tillit til og svo kemur einhver löng runa sem endar næstu því á í hvernig skapi ég þann daginn. Þannig þeir hafa, hvernig svo sem málin eru þá ráðu við þessu, geti þetta endað. Nákvæmlega. En varðandi svona stöðuna, nú eru almenningur í viðskiptum við bankana og
getur faktist farið bara með viðskipti sem annað, en það bara nákvæmlega sama systemi sem þar. Stundum erfitt að flytja því að þú skuldar í bankanum og ég bara, við vorum nefndum áðan kostnaði bara við það að breyta yfirdrætt og öðru slíku, það er bara kostnaðsamt að skipta. Bankarnir eru ógnar sterkir, fyrirtæki sem að skila stjarnfræðilegum hagnaði og eru með hellinga fólki til þess að semja allar þessar gjaldskrár og allar þessar skilmála. Neytendasamtökin eru bara, 4-5 manneskjur? Ja, við erum nú alveg 6. En valdarhluturinn eru fáránlegir. Já, þau eru það og við erum náttúrulega, þannig lagað, við erum Við komum málstað yfir það. Já, við erum að berjast við Góliat í þessu, sko. En við náttúrulega bara reynum okkur best og við bendum á það þegar að okkur þykja vera einhver rangindi og erum það allan það sterk að við getum þó allan að farið í mál og það eru 1500 manns rúmlega sem er að taka höndum saman og gera þetta með okkur og hafa farið inn á vaxtamálið.is og skráð sig þar og taka þátt í þessu og þetta varðar Hagsmunir eru svo gríðarlega miklir. Almenningur hefur svo gríðarlega hagsmuni af því að bönkunum sem veitt eitthvað alvöru aðhald. Algjörlega, en eins og segir, þetta er líka, þetta samt sem þeir eru meistarar, bankarnir, og í því að taka svona litla fjármuni af okkur öllum, og fyrir svona... Og stóra, fyrir utan það. Þeir taka okkur húsin og allt saman, þeir hafa samt fyrir að taka okkur smára. Já, og safnast þegar sama kemur, og þetta varðar, eins og þessar upplæði þetta varðar 82.000 krónur per fjölskyldu, og þetta er eitthvað sem Jú, allir gætu notað, en þegar þetta er komið saman, þá þetta 13 miljardar króna sem 3 bankar eru að hafa, eða taka, eða fá í gjöld frá okkur. Og það er náttúrulega gigantískar upphæðir. Það mætti herða neytendaverndina. Já, og líka við náttúrulega búumst við miklu af, einmitt núna, bara fjártækninni, að hún komi og aðeins og ruggi bátnum í þessu staðnaða bankakerfi sem er í heiminum í dag. Alltaf tíma. Við vonum það og vonum að ykkur gangi vel og vonum að stjórnvöld sjá að sér og efli neytendasamtökin því að það náttúrulega þetta skiptir neytendum gríðalegu máli að hafa eitthvað svona samtakamátt og eitthvað getu til þess að berjast við svona forrík fyrirtæki sem að hafa raunlega ótrúleg tæki til þess að hafa fyrir fólki. Algjörlega. Við erum náttúrulega, ef ég má bæta því við bara, við erum náttúrulega 3. elstu neytendasamtök í heimi, við erum 70 ára á næsta ári, það eru að koma afmæli sem viðtala á eftir, og miðað við höfðatölu erum við langstærstu neytendasamtök í heimi, 44. hver Íslendingur er félagsmaður í neytendasamtökunum, en næst stærstu neytendasamtök í heimi eru þau dönsku, þar sem 100. hver Dani er félagsmaður. En við bara hvetjum alla til þess að gangi í samtökin, því að ólíkt dönsku neytendasamtökum, ólíkt öllum öðrum neytendasamtökum á Norðurlöndum, þá erum við þau einu sem ekki njótum beins stuðnings ríkisins. Við erum með þjónustusamninga, en við erum ekki með beina stuðninga eins og önnur neytendasamtök á Norðurlöndum. Sem er skrítið vegna þess að samfélagi hefur gríðarlegan hag af því að neytendasamtökin séu öflug og sterk, meðal annars út af þessum dæmi sem við erum að taka hér. Nákvæmlega. Erum við gangið vel, Breki og þið öll. Núna ætlum við að fara til Brasilíu og skoða spennandi forsetakosningar sem þar eru fram.